Þegar Elín Ebba Ásmundsdóttir var tvítug ákvað hún að verða iðjuþjálfi. Hún fór að vinna sem aðstofamaður iðjuþjálfa á Grensás og kynntist þar ungri konu sem var lömuð eftir áfall. Það var þá sem hún ákvað að helga geðinu krafta sína. Velkomin. Takk. Hvað var það á Grensás sem nákvæmlega gerðist? Hvernig getur maður lamast? Ég vissi það ekki þá sko. Ég vissi ekki eins og maður hefði geð því ég var að vinna sem aðstofamaður iðjuþjálfa á Grensás. En ég tengdist þessari ungu stúlku og var send í handleiðslu á Klepp og þar kynntist ég Hóp Knútsson sem var mín fyrirmynd í lífinu og flestar hugmyndir komu frá henni og ég er ekki ennþá búin að vinna úr þeim. En þá bara opnaðist fyrir mér algjörlega nýr heimur. Af því ég varð iðjuþjálfa því mér langaði til að nota sko myndlist, leiklist, dans, tónlist til þess að sko láta gott að mig leiða. Og þar var einmitt manneskja sem var að vinna í öllu þessu. Svo ég bara vissi það leið og bara ég hitti þessa konu Hóp Knútsson sem var mjög skrautleg, hún var í fjólubláum fötum og var í háum stífulum, stuttum kjól og dökkt hár og var svona frá New York þannig að hún var svona talaði með öllum líkamannum sko, þá var framtíð mín ráðin og ég man í skólanum, þá hafði ég engan áhuga á líkamlegri endurhæfingu, það var allt í samt við geðið, þannig að það var. Svo þessi stúlka sem ég kynntist þarna sem að ég notaði myndlist með, að hún var í rauninni áhrifavaldurinn af það hvað seinna varð í mínu lífi sko. Svo náttúrulega fer ég til Noregs og þar hitti ég manni minn og hann ennþá maður minn í dag svo ég tók með mér Normann heim sko. Sér útlendingar allt í kringu þig. Og svo hafði ekki, mamma mín hafði tekið einhver styrk á Borgarspítalanum og þá var hringt í mig þegar ég var búin í námi og sagt þú voru að vinna í styrkin og ég fekk algjör sjokk býtu og ég vinna með einhvern styrk. Ég var mjög ánægð í Noregi þannig að ef að mamma mín hefði ekki tekið hennar styrk þá verði ég líklegast ennþá út í Noregi. Í Þrándheimi þá? Já, í Þrándheimi, já. Ég var byrjað að vinna á geðsjúkrahúsi þar og var byrjað að vera stundakennari líka í skólanum af því að ég var svona, þótti strax mjög fljótlega, þá var ég sko að koma með nýtt inn og líka ég hef svo gaman að gefa af mér sko, þannig að ég hef virklega haft svona kennaran í mér eitthvað líka. Svo ég fer heim og þar er ég að vinna á fyrstu dagdeild sinna tegundar hérna heima, það var 1980, það var dagdeild Borgarspítalans. Og þegar ég lít tilbaka sko, þá var hún mjög merkilega því hún var byggð á þverfaglegu, þarna voru allar stéttirnar og við unnum saman og þar var ekki geðlyf, það var verið að koma fólki af lyfjum og ég fattaði ekki bara fyrir mörgum árum seinna hvað þetta var merkilegt. En þetta var hugmyndafræðin sem að ríkti í Noregi og á Norðurlöndunum á þessum tíma. Já, það kallaði samfélagslækningar þannig að og þetta gekk var mikið upp að vera samfélag og öllur hefðu, til dæmis ef það voru fundir, þá hafðu skjólstæðingarnir líka hlutverk. Svo náttúrulega kemur þessi seinni bylgja af geðlyfum sem að, sko fyrst var fyrsta bylgjan sem að þótti mjög byltingakend. En svo var að lyfin áttu að í rauninni vera svar við vandamálum okkar. Þannig að þá sko lentum við svona okkur, eða allavega ég sem iðjuþjálfi, þá var ég meira sem uppfyllingarefni. Inn á... Já, ég fór svo að vinna á Geðdeild Landspítalans og það var mjög vel hlúð á okkur þar. Tómas Helgason sem að þar var yfirmaður, það var heil hæð og það var líka herbyggja upp á hverju, þannig að hann lagði mikla áherslu á virkni sko og þáttöku. En við vorum ekki sko aðal voru læknarnir, geðlæknar og lyfin og sálfræðingar voru ekki einu sinni komnir upp á dekk þá sko. Nei. Ekki mikið, það var svona meira luxus sko. Já, pínu kannski félagsáðgjafarnir? Já, þar voru, ég man eftir þar voru ymmit, þá var komin handleiðsla sko að maður þetta vinna með sjálfan sig. Já. Það var ekki nóg að vera bara bókina, heldur þurfti maður að vita eigin takmarkanir og yfirfærslu og svona. Þannig að þær voru mjög áberandi þarna. En ertu í raun og veru að segja að það hafi svo tímabili fókusin farið á vissanátt af fólkinu, notendunum? Já, það var allavega meira svona, sko til þess að því það var svona alltaf fordómar veru en sko gagnvart geðinu, að það var hugsun ef við gerum þetta eins og með líkamlega sjúkdóma, þeir inn á sjúkrahúsi og að fá lækningu, að þá var það meira að sko meðferðaraðalni voru í aðal hlutverknum og þú bara beist eftir að lækningin kom. Það var píldið á einhverjum árum sko. En svo er líka byrjað að rannsaka og svona og ég man að maður reyndi nú að fylgjast með og svona og ég fór til London, hann heila viku, einhverja ráðstefnu fyrir iðjuþjálfa og þar gerði sko, hafði gífurleg áhrif á mig vegna þess að ég fann þá
að ég þurfti að mennta mig meira því ég fann alveg að maður var eitthvað svona að reyna að leggja eitthvað til svona á fundum og svona þá höfðu aðra stéttir sem voru svona meira rannsóknarbakgrunn að það var að þú þurftir að hafa rannsóknarniðurstöður til á því var hlustað svo fer ég einhverja ráðstöfnu sem ekkert nema rannsóknarniðurstöður og ég skil ekki helmikið að hvað að segja en ég lenda á einni svona vinnustofu þar sem eru notendur í forgrunni og iðjuþjálfinn sem var með þessa vinnustofu hún sagði ef þið ætlaði að komast eitthvað áfram iðjuþjálfur í framtíðinni þá verður það að standa með fólkinu sem hefur veist sjálft og hlusta á hvað það að segja og ég tók þetta með mér Ebba þú verður að læra meira þú verður að taka mastersnám og þú verður að fylgja eftir þess að notendur segja, vera mjög næmari. Ég hafa alltaf gert það en bara á einhverju tímapunkti, þetta svo, fer ég að læra, tek masterinn í Flórida að því ég vildi taka þátt í að byggja upp iðjuþjálfadeild hérna á Íslandi og var 18 ár á Akureyri að kenna við háskólanum hér, heilbrigðisvísindasvið þar, að þá kemur Héðinn inn í lífið mitt, Héðinn Ustinsson, sem núna formaður Geðhjálpar. Og hann ungur maður og ég var í háskólabíó og hann stóð með framan alla og hann var að deila sögu sinni með okkur hvernig var að veikjast og líka leiðina tilbaka og allt í einu þarna var einhver sem að stóð stoltur fram og var með einhverja sýn að hann ætlaði að efla geðheilbrigði alla Íslendinga ég bara var ástfangin á stundinni og ég vissi ekki hvort ég myndi hitta hann svo leiddu leiðir okkar saman og þegar það leiddi okkur saman að þá fer ég að hrósa honum og segja honum hvað mér þykir frábært að hann sé tilbúin að vera svona fyrirmynd fyrir aðra til að gefa fólki von. Og hann náttúrulega fer að horfa á þess að ég var eldri kona, ég tölvöld eldri en hann að hann fer svona, við ferum að tala saman og svona og ég fer að segja honum hvað ég ætla að kenna hérna fyrir norðan og hann segir mér frá draumum sínum að koma geðrættin á stað og svona. Og áður en ég veit af þá segir hann svona við mig, ég vil hafa þig með. Við förum út allt land, við fræðum fólk geðheilbrigði, förum við framhaldsskóla, heilsugæsluna og bara með hans stóru hugmyndir og þú eru með og ég segi bíddu, ég man þá að ég var á fullu starfi á geðdeildinni, ég var að byrja að kenna hérna fyrir norðan og ég var með 3 börn Hvaða ári þetta? Þetta er 2000, 1999 hittistu Héðinn örugglega. Já. Hann var búinn að vera að gefa út bækling geðhvörf og svona, hann var búinn að vera dálítið áberandi og En það gerist eitthvað þegar þið tvö hittust bara? Já, það var sprenging. Já, ég segi rússibani og hann ennþá, þetta er gaman að því að við hefum náttúrulega farið í sikura leiðina en núna erum við aftur að hittast í gegnum stjórn Geðhjálpar. Já, þú situr þar. Það er svo gaman, ég byrjaði nú bara sem venjulegur stjórnarmaður en ég alltaf í orðið varaformaður, ég veit ekki hvernig ég kom mér í það, það var ekki meiningin. En það er rosalega gaman að vinna með Héðinni og bara vinna í Geðhjálp núna því það er ofboðslegur kraftur og ofsalega mikið hugmyndum, frjóum hugmyndum og það er líka sem er merkilegt við Héðinn og fyrir mig og mitt líf er að hann sér mína styrkleika ég var alltaf meira svona niður í kjallara þú veist, einhverju skemmtilegt iðjuþjálfun hann að fendra eitthvað, gera eitthvað svona en hann sér mig sem fyrirlesara og hann sér mig sem að ég geti haft áhrif á geðheilsu fólks og ég sé einhver manneska sem hafa eitthvað fram að færa þannig að hann eflir sjálfstraust mitt þetta snýst dálítið við og hann ræður mig ég hef alltaf verið því hlutverk að ég á að hlúa öðrum og svona en núna er allt í einu hann þannig að það má Héðinn alltaf eiga að alltaf því ég hugsa til hans að þá hafði hann svo mikil áhrif á lífið mitt Þið fóruð landið og það komu til Færeyja ég var í Finnlandi og þú veist ég var bara Voruð þið bara breið út boðskapinn? Já, það var nú tengslan þegar hann var að vinna hjá Hú Já. Og ég man 2005 að þá var svona allir heilbrigðisráðherrar Evrópu hittust Já. og ég átti nú örugglega ekki að fá að fara með þá bara kom hann mér á framfæri og ég labbaði þarna og var með fyrirlestur geðurum 10 og geðrabekkassan og það er akkurat það sem ég langar að biðja þeim að fara eins og í bara þegar að geðorðin 10 komu það er ykkar baby eða barn Já, það er það sem er merkilegt við það því það var ekki komið jákvæð sálfræði en eitt svona á þessum tíma Nei. Að þegar ég byrjaði með fyrirlestina þá var ég að tala sjálfstraust og mikið var að jákvæða hugsana og hvernig við vinnum í streitu og allt þetta en mér fannst mér vanta eitthvað með til þess að fólk geti farið með sér heim og þá vorum við ekki á netinu þá þurftum maður að prenta út rannsóknarniðurstöður og svona og einhvern tímann, ég held að hafa verið í byrjun þá vorum við fyrir vestan að halda fyrirlestur og Héðinn fyrir Sund
Og ég sagði, ég ætla hérna að kíkja í gegnum nokkar rannsóknargreinar. Að því ég var að reyna að finna eitthvað, ég var ekki búin að finna eitthvað. Og þá detti ég niður á rannsókn sem ég hafði prentað út því ég var að læra í Bandaríkjunum hvað einkenndi fólk sem að hafði náð sko langt í lífinu en væri sátt. Það var aðalatriði sátt. Yeah. Og ég hugsa mér ef við ætlum að ná til unga fólksins, þá verðum við að hafa fyrirmyndir þetta með velgengni. Og svo ég að lesa þessa punkta hvað einkennir þetta fólk. Ég segi, þetta eitthvað sem við erum að gera á hverjum degi iðjuþjálfun. Bíddu, getum við ekki einhver snúið þessu upp. Svo ég set bara nokkuð svona heilræði niður á glærur sem Héðinn og Dóra Guðrún sem núna hamingju sérfræðingur okkar Íslendinga. Þau breyta þessu í geðorðin 10 og markasettu þetta. Þetta var sett á ískap, þetta var sett á strætó, það voru námskeið í háskólanum, það voru útvarpsþættir, það var þekkt fólk sem tók eitt og eitt geðorð. En það sem við vorum að segja við almenning þið geti gert eitthvað á hverjum degi sem hefur áhrif á hugsun og líðan. Já. Og núna þegar G-vitaminnið að koma, eins og fólk hefur tekið eftir, það hefur verið stóri svona auglýsingar, G-vitamin, ertu búin að taka G-vitaminnið í dag? Já. Og þetta sem sagt gjöf núna geðhjálpar og margra, við erum með fullt af góðu og hugmyndaríku fólki sem hefur staðið með okkur, að við erum að reyna núna að fá þjóðin í lið með okkur, núna þegar við erum að ná COVID og við erum að ná skammdeginu, að við þurfum núna að vera alltaf meðvituð hvert okkar G-vitamin og þannig 30 G-vitamin sem að við komum með tillögur af, en við viljum líka að fólk tala sitt eigið G-vitamin, af því að þau eru svo mörg og geðorðin komu og svo gerði Héðinn, hann alltaf bætti við með lífsorðanum, eigin reynslu, sem eru 14 og svo búið að bæta nokkrum við og svona, en við viljum ekki að þetta verði bara núna í mánuð og svo þetta búið, við viljum þetta haldi áfram, við viljum að skólarnir, vinnustaðarnir, fjölskyldna, fara að pæla, ertu búin að taka G-vitamin í dag, hvað tókst þú í dag? Akkurat. Það kannski vera með vinum, það að hreyfa sig, það að hlusta góða tónlist, þú veist, fólk finna út hvað hefur áhrif á hugsun, því að ef að hugsunin neikvæð, að það sýrir alla líkamann og ef þetta svona lengi, að þá getur það orðið geðheilsubrestur eftir einhver tíma. Akkurat. Mér langar svolítið á lengri haldi að þú segir mér aðeins frá geðræktarkassanum sem þú bjóst til. Af því að það saga bak það sem að fólk þarf svolítið að heyra. Já, geðorðin 10 var eitthvað svona eins og var á ískapunum að fólk hugsa, hvað ég búin að gera þessi dag? Eitthvað sem að ég gleymi? Og að því ég iðjuþjálfuð þá hugsaði mér, fyrir suma orð bara eitthvað sem dansa upp á vegg og eiginlega ekkert festast. Fyrir marga þetta að snerta. Og ég veit ekki hvenær þetta kemur til maður, en það oft sem að maður svona með eitthvað og svo bara leita maður í það. En þá rifjaðist upp saga að pabbi minn alinn upp af 10 systkinum sem mistu pappa sinn í æsku og móðir þeirra þurfti að setja þau á sikkurt bóndabæinn. Hún þurfti að gefa þau frá sér, hún gat ekki verið með 10 börn. Þannig að hún þurfti að gera eitthvað til þess að þau myndi halda andlegri heilsu eða geðheilsunni. Og neyðin kenni naktir konu að spinna og það svo mikið í sögu okkar Íslendingar seiglu og hvernig við höfum lifað af hremmingar, þess vegna lifum við þessar hremmingar af líka. Að hún setti í kassan hluti sem að voru fjölskyldunni kær, kannski eitthvað sem þau léku sig með eða eitthvað nisti, ég er búin að heyra alls konar sögur hvað hún setti í kassan og sagði við hvert og eitt þeirra þegar hún þurfti að skilja það eftir á túninu og svo lét hún sig hverfa meðan þeim voru að kíkja þess að elskur í kassan. Ef að þér líður illa eða ef þú heldur að ég mun ekki koma og sækja þig, farðu einhvers staðar undir fjósvegg, taktu kassan með þér og kassin til að minna þig og hlutin til að minna þig á að ég mun koma og sækja þig. Þú mátt ekki missa vonuna. Og pabbi svo sameiningatákn því að hann átti móðir sem var ólétt af honum og hann var ekki velkominn og hún vildi helst ekki eiga hann. Að þegar þessi ekkja frétta af pappa í móði kviði, þá sagði hún, við skulum taka hann að drenga af okkur, hann verður sameiningatákn. Þannig að og systkinin hafa öll sagt mér svona þessum þau eru öll dáin núna, hvað þessi kassi skiptir máli. Þannig að við reyndum að setja þetta yfir í nútíman, að við myndum setja eitthvað onni í kassan sem hefur áhrif á svona að létta okkur lund. Þetta bara eins og fást plástur, þetta ekki við alvarlegum áföllum. En að við getum haft áhrif á hugsun og G-vitaminið það að við getum haft áhrif á hugsun og þess vegna viljum við núna geðhjálp minna fólk á
að það til D-vitamin. D-vitamin til þess mjög mikilvægt, það okkur vantar sólarljós og við borðum fisk og lýs og svona, en núna verður sko G-vitamin, það verður alvitamin í þetta árið sko. Við ætlum að fara betur yfir það, við tökum smá pásu núna, fáum nokkrar auglýsingar og svo höldum við áfram hér á eftir. Þegar Elín Ebba og Héðinn Unnsteinsson hittust má segja hafi orðið vatnaskil í lífi þeirra en sennilega bara líka í geðræktarmálum okkar Íslendinga. Þau settu meðal annars af stað geðorðin 10 og geðræktarkassa, svo eitthvað sé nefnt. Sko, þegar ég búin að kynnast henni og ákveða að ég ætla að læra meira og vil taka þátt í að byggja upp iðjuþjóladeildin með Háskólann á Akureyri, að þá þarf maður náttúrulega að rannsaka. Svo rannsóknarnálgun mín verður að tala við fólk sem hefur náð bata. Það ekki endilega verið einkennalaust, en það hefur náð bata og getur gert það í lífinu sem hann vill gera. Að þá seti ég uppi með rannsóknarniðurstöður sem segja mér, býtu helmingurinn af fólkinu sem ég tala við hefðbundin þjónusta að virka fyrir, en hinn helmingurinn hefur náð bata því það hefur ekki farið eftir því sem var sagt eða gert eitthvað þveröfugt, hvað á ég að gera við þessar niðurstöður? Svo ég verð dálítið svona, verður svona tókstreit inn í mér, en ég ákvað að fylgja þessum helmingi sem ég fannst ekki vera synd. Og þá fer ég að svona láta til mín taka og svo náttúrulega því ég var búin að efla svo að halda erind út allt land og fara aðeins erlendis líka, þannig að sjálfstrausti var orðið dálítið svona peppað. Og mér var sagt að ég kem ekki illa út þegar ég var að tala. Nei. Þannig að þá fer ég að tala fyrir hönd sko, fólk sem hafi reynslu, að við yrðum að hafa fjölbreyttari nálganir, að við yrðum að hafa val, að það væri ekkit endilega að þú væri sko, þetta að gera eitthvað við þig, heldur að voru umhverfisþættir sem hefði mikil, í hvernig umhverfi þú hefði alist og hvort þú hefur orðið fyrir áföllum, hvort þú hefur lent í einelti, eða hvort þú væri gefið tækifæri ef fólk til dæmis sem býr við fátækt eða hefur ekki fengið rétta umönnun, alls konar svona hlutir. Svo ég fór að láta til mín taka og ég svo heppin að ég get fengið að nota niðurstöðum mínar, rannsóknarniðurstöðum mínar og búa til hlutverkasetur sem að ég stýri í dag, sem alveg yfirfull af G-vítamínum. Það ekkert að G-vítamín, því fólk getur valið á milli þess að vera í zumba eða vera í slökun eða fara út að ganga eða myndlist og við verum með leiklist, við verum að syngja, við erum að elda skilur, það og það allir velkomnir því við erum öll með geð. Þannig að það ekkert endilega allir með geði fara þangað, heldur bara opið, það fólk að erlendu bergibroti sem ekki næra tengjast, það sem að fólk á sameiginlegt kannski að það einhvers staðar statt í lífinu, það sem að það kannski dálítið einangrað og vantar þetta stuðningsnet, þannig að við komum fyrir það. Já. Þannig að það ekki, sko, þú þarft ekki verið með skilgreindan geðsjúkdóm til að koma inn í hlutverkasetri. Það allir velkomnir og ég ætla bara að því eitt af geðvítamínum þakklæti. Já. Ég ætla að þakka öllum þeir ráðamönnum sem trúðu á mér og gáðu mér þetta tækifæri vegna þess að ég ætla að vona svona staðir þó það heiti ekki hlutverkasetur verði bara allt land þar sem fólk getur komið og valið á milli og það fái sjálft að stjórna því það sem að voru niðurstöðurnar í þessari rannsóknum hjá mér var leið og fólk fekk að taka stjórna í lífi en það var oft að því þeim var ekki treyst og það sem gerist þegar fólk fær geðheilsubrest þá missar oft sjálfstraustið og missir taktinn en það fær ekki rétt tækifærin og stuðningin og það má ekki treysta á neinum öðrum, við verðum að fá einhvern veginn sko aðhlýningu við treystum okkur sjálf, það er það sem skiptir máli. Og það líka þessar forvarnir sem skipta svo mikið máli. Og þannig erum við kannski komin í verkefni sem þið eruð að standa fyrir núna, að það eru forvarnir að efla eigin geðheilsu áður en hún brestur líka. Já. Og það dálítið í anda Héðins sem byrjaði í geðræktinni að hafa áhrif á geðheilsu þjóðarinnar. Nú erum við komin, sko, ég ákvað að þegar ég minnka á einu stað þá eiki bara öðrum, ég ætla að fara að setjast í helgan stein, sko. Það ákvað ég að bjóða mér í stjórn geðhjálpar. En sko, að því að þetta okkur allra og verður núna að vera dálítið meðvituð, við erum öll í þessu og þó að við verðum eitthvað, sko, viðkvæm og finnum fyrir auknum kvíða eitthvað svona,
þá það ekki að við séum að vera veik. Þá erum við að tala um COVID. Mannlegt eðli. Já, við erum að tala um COVID ástandi núna sem við erum öll í. Já. Og þegar nefnilega við erum komin út úr þessu, þá byrjar stundum ballið með, og auðvitað þeir sem eru viðkvæmari fyrir, að þeir kannski eiga erfiðara, en við erum að passa okkur að tala ekki þannig eins og við séum öll að verða veik eða eitthvað. Nei. Þetta bara eðlilegt ástand í óeðlilegu ástandi. Já, þetta eru eðlileg viðbrögð. Já, og ég sjálf fekk COVID á sínum tíma, hérna í apríl, hérna í fyrsta bylginni. Já. Og auðvitað tekur smá tíma að fá þrek og svona, en það sem ég tek mest eftir hvernig andleg líðan mín hefur breyst. Ég var viðkvæm áður, en byttu fyrir því hvað ég var miklu viðkvæmari. Já. Það má alltaf blása á mig, þá ég farin að tárast, skilurðu. Ég meira kvíðin, ég meira áhyggjur af alls konar hlutum sem bara óþarfi. En ég get talað við sjálfa mig og ég veit til dæmis eins og ég fer í sjóinn. Já. Því að þá get ég ekki haft áhyggjur af því þá þarf ég að anda í kuldanum. Já. Þar, nú stilli ég mig, en það margir sem gera allt annað. En ég fann þá leið að ef ég var reið út í mannu minn eða ágjöra strákornu minn eða eitthvað var í vinnunni, leið og ég var búin að fara í sjóinn og ég kom upp úr þau sem ég býtu, hvað var ég eiginlega að velta mér upp úr? Já. Og þessna erum við að segja við fólk, finnið eitthvað G-vítamín. Já. Við gefum okkur smá hugmyndir en finnið ykkar því við erum svo misjöfn og við höfum ákveðnar leiðir. En það þetta, þú eins og sagði með geð orðin 10, þetta kannski upp á vegg hjá manni og maður getur séð þetta, en stundum einhvern veginn sér maður þetta samt ekki. Nei. Hvað eigum við að gera þá? Það nefnilega trikk í þetta að þegar maður niðri, að þá heldur maður allt svo vonlaust að þessna var þetta ágætt að hafa þetta í ískapnum því að fólk þarf alltaf að fá sér að borða. Já. Svo við biðjum fólk núna að setja að þetta svona dagatal. Já. Það hendir því ekki. Nei. Hafið nú dagatalið á einhverjum áberandi stað sem þið sjáið og gerið kannski eitthvað svona í kringum það sem ykkar, ykkar góða vítamín. Af því að við gleymum oft bjargráðum þegar við þurfum mest á þeim að halda. En þá líka eigum við stundum vini og ættingja sem geta hnift í mann. Já, elskan. Ertu búin að taka G-vítamínið? Hvað aftur þitt G-vítamín? Já. Svo að við minnum hvort annað á. En þetta ekki svolítið að fara í svona hring hjá okkur í raun og veru? Þú byrjar í þessu öllu í kringu 1970? 2000, já, 20 ár. Já, en ég meina fyrst þegar þú ert að byrja sem iðjuþjálfi. Já, 1979. Já, það bara passlega langt síðan. Já. En það eins og þetta sé komið í hringinn að við eigum að vera að hugsa út frá þeim sem að þjást og hlusta á þá sem eru notendur þjónustunnar. Já, og líka það sem ég tek eftir það sem ég byrjaði með var í skapandi iðju. Já. Og nú ég komin aftur í hana. Já. Að það átti eitthvað annað að leysa. Já. En að fólk leitar alltaf þangað sem að það finnur það fær orku. Já. Og við erum mismunandi sem við fá orku úr að vera að skapa myndlist eða dansa eða í spuna. Já. En við þurfum að gefa þetta tækifæri þannig að það skiptir svo miklu máli við sem samfélag að við gefum öll jafn tækifæri til þess að finna okkar styrkleika. Þess vegna höfum við líka verið að segja að skólarnir eru svo mikilvægir að við séum að vinna með styrkleika krakkana en ekki íta alltaf í það sem þau eru ekki nú að dugli í. Þannig að við þurfum aðeins að aðlaga og svona justera skólasystem að finna styrkleikana og að við erum öll góð í einhverju. Já. Og minna hvort annað á það og hringi vin þegar mann líður ekki vel. En það sem ég á við líka að við höfum lært, við erum ekki alveg á sama stað og við vorum 1980. Nei. Það komin almennari þekking inn í samfélagið. Já, en við erum alltaf að kljást við það sama, Það eins og það að missa tökum á geðheilsunni einhverjum tíma. Af hverju notum við það til þess að draga úr manneskjunni og dæmana, að hún sé þá minna, þetta oft hefur verið notað í gegnum árin, ef við getum stimplað einhverju geði á fólki, þá það neikvætt og þá það ekki jafn mikið markandi takandi á henni. Já. Það þetta sem ég vil breyta, því að skynjunin oft mismunandi hjá okkur og þó að við skiljum ekki allt sem við erum að fara í gegnum, það þarf ekki endilega að vera rangt. Og ef við tökum sjálfstraustur frá fólki, þá erum við að taka grundullina því að sjálfstrausti gera það verkum hvernig við lifum af og hvernig við umgöngumst aðra, þannig að við erum að gera allt til að vernda sjálfstraust fólks og hlúa því og efla.
Og það getum við gert alveg frá vöggu til grafar. Já. Það aldrei of seint. Nei, þess vegna hefur við líka verið í geðhjálp að leggja áherslu á þessa fyrstu 1000 daga, að það byrjar grunnurinn að við þurfum að hjálpa foreldurum að hlúa að börnunum sínum og ef að þau eru ekki fær til þess að þau fá aðstoð, því að þú dregur úr sjálfstrausti barnsins, þá mun það fylgja því alla tíð. Þetta skiptir svo miklu máli að fá rétta umhverfið. Já, og svo ef við förum á hinn endan, að þá dregur oft úr sjálfstrausti eftir því sem að aldrei færist yfir fólk. Já, ef að við gefum ekki tækifæri. Ég nú að komin á ákveðin aldur, þannig ég ætla nú að vona að ég haldi sjálfstraustinu. Já, já. En það líka hvaða tækifæri gefum við öldru fólki. Þarna hefur líka bara, þú veist, erum við að hlúa því að það, þú veist, ef við setjum fólki fátækt, þá erum við að draga undan sjálfstraust og sjálfsvirðingu. Þess vegna skiptir svo miklu máli hvernig við notum sameiginlega sjóði. Já. Fyrir alla. Já. Það nú stóra málið í öllu lífinu. Geðhjálp, þið að starta þessu átaki núna. Já. Þetta verður í 30 daga, er það ekki? Já, þorrinn. Það verður þorrinn. Þreyta þorrann. Er ekki þorrinn stundum erfiður? Jú, og núna getum við ekki einu sinni fara á þorrablót. Nei. Þannig að nú verðum við að finna eitthvað annað. Já. Og þess vegna segi þetta G-vitamin, þetta kemur bara akkurat á réttum tímapunkti. Já. Bara alveg frábært, sko. Já. Þannig að nú bara hvetjum við fólk til þess að líta inn á við, finna sitt eigið G-vitamin og halda áfram. Já, og sko taka umræðina allstaðar á kaffistofunum, vera dálítið í G-vitaminunum, skulum bara velta okkur upp úr G-vitaminu núna næsta mánuðin. Já, látið þetta vera lokaorðin, yndislegt að fá þig. Takk. Gangið sem best. Takk.